to see your kingdom come. We live to see your will be done on earth as it is in heaven. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your people praise your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your people praise your name. Let your kingdom rule. Let your kingdom rule from north to south and from the east to west. You are Alpha and Omega, beginning and the end. Let your glory be seen from the mountain to the sea, oh Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your people praise your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your people praise your name. Your people praise your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gefum honum lofgjörða fólk. Halleluja. Við bara ekki syngjum það, heldur segjum við Drottinn, við elskum þig, við lofum þig og viljum færa þér lofgjörða fólk, Drottinn. Takk, Drottinn. Takk fyrir allt sem þú hefur gert fyrir okkur, Faðir. Takk fyrir að Drottinn að þú ert hér og takk fyrir að þú blessar okkur með sérhverri andlegri blessun í himinhæðum. Takk fyrir að við mögum lofa þig, lofa þig, lofa þig, lofa þig. Tigna í sameiningu nafni þitt, ó Guð. Halleluja, halleluja. Já, halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Lofaðu sér þú, Abba Faðir. Lofa sér nafni þitt, ó Guð. Halleluja, halleluja. 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 Your people praise your name. Hallelujah. 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 Your people praise your name. Hallelujah. 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 Your people praise your name. Hallelujah. 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 Oh, rabadila rabadarana sila rabadarana darara. Hallelujah. Hallelujah. Rabadila rabakasham darara. Hallelujah. 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 Rabadila rabakasham darara. Hallelujah. 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 Vorar misgjörðir tók hann á sig. Fyrir hans menjar erum við heil. Við eigum líf í nægtum, frelsi og frið. Fyrir blóðið sem rann á Golgata.
Amen. Fyrir ástandinu núna, beðið frið Guðs inn í kringumstæður. Og mér langar sérstaklega að biðja fyrir Ísrael og að það segir í Sálmi 81, að þeir hefðu hjarta að þeir vildu hlýða á mig, hefðu slíkt hjarta að þeir vildu hlýða á mig, þetta er Sálmur 81, minni mig vers 14 eða eitthvað svoleiðis, og Sálmur 81, já, 14. Að líður mig vildi heyra mig, Ísrael ganga á mínum vegum, þá skildi ég skjótt lægja óvinni þeirra, snúa hendi minni gegn fjendum þeirra. Hugsið ykkur, þetta er fyrirheiti Guðs. Ef þeir bara hlýða á hann, beina sjónum sín til hans, þá mun hann lægja óvinnin. Og það er bæn mín í dag. Og við skulum líka biðja fyrir ástandinu í Úkraínu að þar komist á friður. Svo merkilegt að það talaði enginn frið bara fyrir núna, að forseti Bandaríkjanna byrjaði að tala frið, og þá allir að tala frið, sama hvað okkur finnst hann, en biðjum fyrir þessum mönnum að Guðs hönd fái komið yfir þá og Guðs hönd fái leitt þá og að Guðs vilji megi verða. Amen. Faðir, í nafni Jesú þá göngum við út á þitt orð, og Drottinn, við biðjum Krists í stað núna. Við biðjum fyrir heiminum, Faðir Guð. Við biðjum Drottinn fyrir ráðamönnum þessa heims í nafni Jesú. Og Drottinn, þú þekkir tímana, þú þekkir tíðirna, Drottinn. En við biðjum Drottinn frið fyrir þjóð þína Ísrael samkvæmt orði þínu, og við biðjum að ráðamenn Ísraels, Netanyahu, hann megi leita þín af einlægu hjarta, hann megi krjúpa á kné, leita þín, og Drottinn, að þú megi lægja óvinni hans, hvar sem þeir eru, í Jesú nafni. Einnig bið ég Drottinn fyrir Trump, og ég bið fyrir Zelenski, ég bið Drottinn fyrir ráðamönnum Evrópusambandsins. Drottinn, við biðjum fyrir öllu þessu fólki, og við minnum þig á, Drottinn, að baráttan sem við eigum í ekki við menn að holdi og blóði, heldur við andaverur vonskunar í himingeimnum, og við þökkum þig, Faðir, að þú hefur allt vald á himni og jörðu. Þess vegna biðjum við þig fyrir þjóðunum, og Drottinn, að lokum biðjum þig fyrir landin okkar. Ég biði, gefðu ráðamönnum okkar visku og gefðu auðmýkt til að hlýða á orðið þitt, heilagi Faðir, í nafni Jesú. Gefðu auðmjúkan anda, sundurkramin anda, að þeir megi beygja sig fyrir orðið þínu. Og að lokum biðjum við líka fyrir Drottinn, menntakerfinu á Íslandi, skólunum. Það er bæn mín, Faðir, að þú á ný fáir að koma þar inn með þitt orð, í nafni Jesú. Amen. Amen. Ég ætla að vitna í nokkuð margar ritningar í dag, eins og ég vanur, og
það í sálmi, yfirskriftin í sálmi. Ég talaði að orð Guðs mætti koma aftur inn í menntakerfið okkar vegna þess að í sálmi 119, vers 50, þá lesum við að orð Guðs lætur mig lífi halda. Orð Guðs lætur mig lífi halda. Þegar orð Guðs tekið í burtu, þá lífið tekið í burtu. Það ekkert flóknar en það. Vegna þess að orð Guðs, það eins og vatnið fyrir líkamann. Og mér langar að lesa hérna bara hvað úr Mósebókunum, og það 5. Mósebók, Deuteronomy, og ég ætla að lesa fyrstu 6-7 versin hér í 7. kaflanum. Þetta þá skipanir þær lög og ákvæði sem drottinn Guð þín hefur boðið þér að þér skyldu læra og breyta eftir í því landi þér haldið nú yfir til þess að fá það til eignar. Svo þú óttist drottinn Guð þinn, varveitir öll lög hans og skipanir sem ég legg fyrir þig, bæði þú sjálfur, sonur þinn og sonarsonur þinn, alla ævidaga þína, svo að þú verðir langlífur. Orð Guðs lætur mig lífi halda, lásum við. Orð Guðs lætur mig lífi halda. Heyr því Ísrael og gæt þess að breyta eftir þeim svo þér vegni vel og yður megi fjölga stórum, eins og drottinn Guð feðra þinna hefur heitið þér í landi sem flýtur í mjólk og hunangi. Heyr Ísrael, drottinn vor Guð, hann einn drottinn. Þú skalt elska drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, af allri sálu þinni og af öllum mætti þínum. Þessi orð sem ég legg fyrir því í dag skulu þér vera hugföst. Þú skalt brýna þau fyrir börnum þínum, tala þau þegar þú ert heima, þegar þú leggst til hvíldar, þegar þú fer á fætur. Þú skalt binda þau til merkis á hönd þér og hafa þau sem minningarbönd á milli augna þinna. Þú skalt skrifa þau á dyrastafi hús þíns og á borgarhlið þín. Þannig að orð Guðs átti að vera allstaðar. Þeir áttu að hafa bönd á enni eða hendi, það átti að vera dyrastöfunum, og þetta var ráð Guðs fyrir Ísrael. Og af hverju? Ef við förum í kaflan hérna á undan, 4. kaflan, að þá kemur þetta enn einu sinni fram. Heyr þú nú Ísrael, 1. vers, 5. Mósebók 4:1. Heyr þú nú Ísrael lög og ákvæði sem ég kenniður til þess að þér haldið þau svo þér megið lifa. Þetta snýst það að orð Guðs kom til þeirra að þeir mættu lifa. Orðið var til þess að þeir mættu lifa. Og það bara það sem ég langar að leggja áherslu á, að orð Guðs lætur mig lífi halda. Sama hvað við erum að fara í gegnum, sama hvaða þrengingar það eru, að það orð Guðs í þessum kringumstæðum sem lætur okkur lífi halda. Í Amos 8. kaflanum að þá talað að það muni verða hungur eftir orði Guðs. Og það talað að í 13. versinu að ungir menn og ungar stúlkur að þau muni örmagnast vegna þess að orðið hefur verið tekið frá þeim. Á þeim degi verða fríðar ungmeyjar og æskumenn örmagna af þorsta. Ef við lesum 11. versið, þá segir af hverju. Það af því að orð Guðs hefur verið numið í burtu. Sjá þið dagar koma, segir drottinn. Ég sendi hungur til landsins, hvorki hungur eftir brauðin í þorsta, eftir vatni, heldur eftir orði drottins. Og það einmitt þetta að við höfum upplifað það sem þjóð að orðið var tekið út úr skólakerfinu okkar og börnin okkar, þessi kynslóð sem að rísa, hún líður vegna þess að orð Guðs var tekið frá þeim.
það búið að senda inn annan boðskap. Ég var að horfa á fréttir í vikunni og þá var verið að tala hvernig barnanýðingar höfðu verið afhjúpaðir. Lögreglan hafði gert herskur í að afhjúpa barnanýðinga bæði í Evrópu og eins hér á Íslandi. En það sem ég sé sett inn í skólakerfið í dag, hvað það annað en barnaníð? Að mínu mati það viðbjóðslegt, viðurstyggilegt, ógeðslegt barnaníð. Þessar myndir sem ég hef séð, sem Menntamálastofnun að samþykkja, hvernig á að handtaka þar? Hvaða tvískinningur og hvaða hræsni þetta að menntakerfið leggur klám fyrir börnin okkar á sama tíma og löggjafinn að handtaka menn sem eru með klám? Hvað að gerast? Ég er ekki orðlaus, ég að tala hérna, en ég veit ekki hvernig við gátum komist á þennan stað og þó veit ég það, orð Guðs var tekið í burtu. Við hættum að hlýða á orð Guðs. Í orðskviðunum að þá talað hvernig orð Guðs að það segir að vingjarnlegt orð það gleður mannin og hjartað. Það líka sagt að orð Guðs, það svo fagurt í tíma talað, það uppörvar, það hressir sálina og það hressir sálina og það gefur frið inn í sálina. En það voru tímar sem við lesum í Samúelsbók, 3. kafla, 1. Samúelsbók, þá lesum við það að það voru óguðlegi prestar á þeim tíma. Og ég veit ekki hvað ykkur finnst okkar tíma, þegar prestar þjóðkirkjunnar snúa öllu við og draga upp fána syndarinnar að húni fyrir framan kirkju sínar, mála gangstéttina í kirkjónum í regnbogaლიtunum sem hópur þeirra manna sem hafa gert uppreisn gegn Guði og segja: Drottinn, þetta ekki synd. Þú þarft að skipta skoðun, faðir. Þú þarft að breyta þínu áliti, drottinn Guð, og kirkjan fylgir þessum hópi manna í stað þess að fylgja orði Guð. Og þannig var þetta á dögum Samúels að það sagt að orð Guðs, orð frá Guði, var sjaldgæft á þeim dögum. Vitranir voru þá fátíðar. Vitranir voru þá fátíðar. Af hverju? Jú, synir hans Samúels, þeir voru gjörspilltir og þeir gjörðu það sem var mjög vanþóknanlegt í augum drottins. En svo það að þetta voru ekki synir Samúels, þetta voru synir Elí, fyrirgefið. Það voru synir hans Elí sem var prestur í Síló. En Samúel var drengur sem var gefinn inn í musterið og þegar hann var gefinn inn í musterið, þá byrjaði Guð að tala til hans. Og við lesum síðan í síðasta versinu í þessum kafla að drottinn hélt áfram, það 21. versi, og drottinn hélt áfram að birtast í Síló. Drottinn opinbera Samúel í Síló með orði sínu. Þannig að hann byrjaði að tala til Samúels og hann opinberaði sjálfan sig í orðinu. Og það sem hann gerir í dag. Hann gerir það enn þann dag í dag. Þegar hundraðshöfðinginn kom til Jesú, þá sagði hann: segðu bara eitt orð, Jesús, bara eitt orð og sveinn minn mun heill verða. Og Jesús sagði eitt orð og sveinninn varð heill. Guð opinberaði sig í orðinu. Og orð Guðs hefur ekki breyst. Hann dregur sig tilbaka þegar syndin flæðir yfir, en hann samt miskunnsamur og hann vil reisa upp sinn Samúel í musterinu vegna þess að Samúel þýðir Guð heyrir bænir. Hann vil reisa upp sína bænahermenn til þess að biðja landinu miskunnar. Og orð Guðs það sem lætur okkur lífi halda, og þess vegna þurfum við að fá orð Guðs aftur til þjóðarinnar.
Það orð Guðs sem lætur þessa þjóð lífi halda. Það verður ekki þessi stjórnmálamenn sem eru hér, það verður bara orð Guðs og miskunn Guðs þegar upp staðið sem gefur okkur líf hér. Það segir í Hebreabréfinu 11. kafla 3. vers að heimarnir urðu ekki til að því sem séð verður, heldur eru þeir til orðnir fyrir orð Guðs. Þeir eru til orðnir fyrir orð Guðs. Þannig að það byrjaði með orði Guðs og það endar með orði Guðs. Það segir í Matteus 24:35, himinn og jörð munu líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða. Þannig að við sjáum það byrjar með orði Guðs, það endar með orði Guðs. Þegar himinn og jörð eru farin, þá orð Guðs hér til staðar. Og það það sem lætur okkur lífi halda. Það var það sem skapaði himinn og jörð upphaflega. Og það var Guð sem talaði til Adams og Evu og sagði þeim hvað mætti og hvað mætti ekki. Og það sorgleg saga hvernig þau í raun og veru skiptu á orði Guðs og orðum óvinarins. Og merkilegt að ég var að lesa það að Eva, hún að rökræða við höggorminn eða djöfulinn og hún segir hvað Guð hafi sagt. Guð hafi sagt þeim, orð mitt lætur ykkur lífi halda. Ef þið hafnið orði mínu, óhlýðnist orði mínu, munu þið vissulega deyja. Eva hún meðtekur þetta orð og hún að miðla þessu með djöflinum núna. Þannig hún vissi, en hún samt valdi að láta blekkjast. Hún segir hér við höggorminn, þetta fyrsta Mósebók 3. kapli, 4. vers, þá sagði höggormurinn við konuna, vissulega munu þið ekki deyja, en Guð veit að jafnskjótt sem þið etið af honum, munu augu ykkar uppljúkast og þið munu verða eins og Guð og vita skyn góðs og ills. Og hér höggormurinn að tala. Hann að samfara Evu að Guð sé lygari og hann sé sannorður. Og hvað hann að gera enn þann dag í dag? Nákvæmlega það sama. Hann að samfara fólk að Guð sé lygari og því miður eru allt og margir sem kaupa þá lygi í dag. Að Guð sé lygari og að djöfullinn sé sannorður. Og svo lesum við konan sá að tré var gott að eta og menn horfa oft sem sagt löngunar augum til syndarinnar af því að hún girnileg og hún sem sagt gefur fyrirheit, en hún eins og falleg beita á öngli. Þú byrjar að bíta í og allt í einu kippt í og þú ert fastur. Og þannig starfar höggormurinn. En Guð, hann gaf þeim orðið sitt svo þau mættu lífi halda, þau lögðu orðið til hliðar og það orsakaði dauða. Og það þetta sem ég sé okkar þjóðfélag í dag. Það var kona að skrifa grein, hún hjúkrunarfræðingur, geðhjúkrunarfræðingur og hún sagði, það var barnabarnið mitt sem átti sök á dauða ungrar stúlku og hún sagði, ég vil vera boðberi kærleikans. Hún segir, ég ekki að reyna að gera lítið sem hann gerði, hann þarf að bera ábyrgð á gjörðum sínum, en hún sagði að hann var á vondum stað í sínu lífi. Hann vantaði hjálp og því fór sem fór. Hann hafði ekki fengið orð Guðs. Hann hafði örugglega ekki fengið að fara í sunnudagaskóla. Hann hafði ekki fengið að heyra það að Jesús elskaði hann og að það væri von og það væri framtíð. Hann átti móður sem var drykkjusjúklingur og sem var í fangelsi og sennilega hafði orð Guðs líka verið tekið frá henni. En það sem ég að segja að æskan okkar og börnin þau líða vegna nú komin kynslóð sem hefur ekki fengið að heyra Jesú í skólanum.
það voru svo margir sem fengu að heyra vissu hver Jesús Kristur var. Nú hittum við fólk út á unglinga út á götu, þeir vita ekkert hver Jesús og þeir veita ekkert þá hvað lífið snýst. Þeir vita ekki að það er líf eftir þetta líf og þeir vita ekki að það er til kraftur og það er til von og það er til hjálp sem getur hjálpað þeim í gegnum þetta líf. Það segir það er eitt vers hérna í Sálmi 119, vers 130. Útskýring orðs þíns upplýsir, gjörur hina fávísu vitra. Þegar orð þín ljúkast upp, ljóma þau og gera fávísa vitra, segir nýrri þýðing. Jesús hann opnaði ritningarnar fyrir lærisveinunum sem þeir ekki skildu. Og heilagur andi hann vill opna ritningarnar fyrir okkur. Þegar við lesum orðið saman, þar segir að sá sem talar að hann í Pétursbréfinu, hann tali Guðs orð og við erum að rannsaka ritningarnar núna. Hvað er Guðs orð að segja við okkur? Guðs orð segir okkur að það lætur okkur lífi halda. Í Sálmi 119, 169 er þetta vers, mér þetta frábært orð. Veit mér að skynja í samræmi við orð þitt. Veit mér að skynja í samræmi við orð þitt. Og ekki endilega samræmi við læknisskýrsluna mína eða tilfinninga mínar. Ok, við þurfum að hafa common sense. Ef að læknirinn segir að þetta sé svona eða svona, þá trúum við því og við meðtökum það, en á sama tíma þá er svo gott að vita að það er annar. Og hann segir, ef þú tekur vitnisburð mannagildan, þá er vitnisburðu Guðs meiri. Og þess vegna er svo gott að skynja í samræmi við orðið í öllum kringumstæðum. Þegar við fáum krabbamein, ég hef fengið það, að þá er svo gott að skynja í samræmi við orðið. Að segja að Guð, hann lætur mig lífi halda. Hann hefur gefið okkur lækna, það er allt í lagi með það, en hann lætur okkur lífi halda. Og ég hringdi í trúbróður minn í gær og það er svo oft sem að ég var búin að ákveða það. Ég ætla ekki að spyrja hvernig hefur það. Ég sagði við hann, byrjaði símtalið á því ég ætla að gefa þér orð frá Guði. Og orðið sem ég gaf honum var þetta í Hebreabréfinu 4:12. Orð Guðs er lifandi og það er kröftugt. Og ég sagði aftur, orð Guðs, það er lifandi. Það er ekki dauður bókstafur, það er lifandi og það er kröftugt. Og þegar við tölum saman þá smýgur það inn í innstu fylsni, anda, sálar, liðamóta og mergjar. Þannig að orðið, þið hafið heyrt svona hjartaþræðingu, að þá er blásið út úr öllu æðakerfinu. Ég trúi því að þegar orðið fer inn í gegnum æðakerfið, þá sé það miklu öflugra heldur en þessi blástur. Ef að þú nærð að það sem ritningin segir hér, ef við förum núna í orðskviðina 4:20-22, þá segir orðskviðin 4:20-22 og þetta kemur bara orðið upp á skjáinn. Við erum að tala að blása út æðakerfið, við erum að tala að orð Guðs getur líka farið inn í gegnum æðakerfið vegna þess að það smýgur inn í innstu fylsni. Hugsaðu þér, eitthvað sem er lifandi og kröftugt, nú fer það allan líkamaninn. Hugleitu það bara. Það fer allan líkamaninn. Og svo koma orðskviðnir og segja, orð Guðs eru líf þeirra öðlast þau. Son minn, varveit, sonur minn, gefðu gaum að máli mínu, hneigðu eyra þitt að orðum mínum. Láttu þau eigi víkja frá augum þínum. Það getur þessu. Láttu þau eigi víkja frá augum þínum. Hvað er það fyrsta sem víkur stundum burt frá augum okkar þegar við erum, svo ég segja á góðri íslenskri ensku, depressed, þunglynd, eða þegar okkur er illt? Það er þá sem við að horfa á orð Guðs. Það er þá sem við að gefa lofgjörðar fórn. Lofgjörða fórn. Við spyrjum ekki hvernig var lofgjörn. Það var ekkert vanið það. Ég fekk enga gæsa á það. Nei, við gefum lofgjörða fórn af því að mér líður illa, þá lofa ég þig Guð. Ég lofa þig núna þegar mér líður illa. Ég er að lofa þig fyrir það að orðið þitt er sannleikur
Og það segir hér, láttu þau víkja frá augum þínum, varðveittu þau innst í hjarta þínu, svo sjáum við hvað þau eru. Þau eru líf. Orð Guðs lætur mig lífi halda. Þau eru líf. Þau eru lifandi og þau eru líf. Það getur þessu. Þau eru lifandi og þau eru kröftu og svo eru þau líf sem hljóta þau. Þau eru líf, þeir eru öðlast þau, segir gamla þýðingin. Býtu aftur tilbaka. Þau eru líf þeirra sem þau hljóta þau og lækning fyrir öllum líkama þeirra. Ég vanar í gömlu þýðingunni, líf þeirra eru öðlast þau og lækning fyrir allan líkama þeirra. Ein ensk þýðing segir og meðal fyrir allan líkama þeirra. Orð Guðs lætur mig lífi halda. Orð Guðs lætur mig lífi halda. Heimurinn var gerður fyrir orð Guðs, við vorum sköpuð fyrir orð Guðs og maintenance þjónustan er fyrir orð Guðs. Maintenance þýðir viðhaldsþjónustan er fyrir orð Guðs. Eru þið sammála? Það er skapað og það er viðhaldið fyrir orð Guðs. Amen. Svo förum við líka heim fyrir orð Guðs, eitt góðan veðurdag. Þá kallar hann okkur heim og það verður hans röst. Þannig að við sjáum að orðin, Jesús orðaði þetta svona, Jóhannes 6:63, orðin þau eru andi og þau eru líf. Þau eru andi og þau eru líf. Þau eru andi og þau eru líf. Og mér langar aðeins að bera saman hérna, ef við förum í Jesaja 55. Jesaja 55, að þetta er ritning sem ég nota oft í bæninni, og þá segir svona, því eins og regn og snjór fellur að himni ofan, þetta er vers 10, eins og regn og snjór fellur að himni ofan, hverfur eigi þangað aftur fyrir það við vökva jörðina, gjört hana frjósama, gróandi, gefið sámannum sæði, brauð þeim er eta. Ok, eins og því farið með mitt orð, það getur. Og takk eftir hvað orðið er að gera fyrir jörðina. Það regnið og snjórinn vökvar jörðina, gerir hana frjósama, gróandi og allt byrjar að blómstra, sáðkornið fer að spretta upp og það gefur okkur brauð eins og því farið með mitt orð. Þannig að þið sjáið hvað gerist þegar er þurrkur í landinu. Þá verður hungursneyð. Það gerist á dögum konunganna, þá var hungursneyð. Hvað gerist þegar orð Guðs er tekið út, eins og því farið með mitt orð, þá er eins og vatnið, það er sambærilegt við það að það verði þurrkur í landinu. Og vissulega er þurrkur hjá okkar þjóð, það er þurrkur hjá ungu kynslóðinni. En þó vil ég segja það að ég var að horfa á myndband í gærkvöldi, gær, að þar var hópur af fólki, niður í Austurstræti eða Aðalstræti og þar var verið að leiða 4-5 unglinga til frelsis og þar var beðin frelsisbæn í heilugum anda og af krafti. Og ég bara blessa það fólk sem er að fara út á göturnar viku eftir viku. Og það er orðnir 2 hópar núna, þau eru á föstudögum og þau eru líka á laugadögum. Og það finnst mér yndislegt að sjá að það er verið að svala þorsta ungu kynslóðarinnar. Og ég trúi því að við erum eftir að sjá meira af því. En takið eftir þessu orði að þegar að regnið kemur og regnið gerir það sem þarf fyrir jörðina, þá er allt í góðu lagi. Þá vex grasið, blómin vaksa, jörðin gefur kornið sitt og þetta er það sem Guð er að segja, þetta er eins með mitt orð. Það hverfur ekki aftur til mín við svo búið fyrir en það er framkvæmt það sem mér vel líkar. Þannig að þegar orð Guðs kemur inn í sálarlíf þitt, þá gerir það nákvæmlega það sama og vatnið gerir fyrir jörðina. Það vökvar sálina þína. Það vökvar sálina þína og það vökvar og gefur jafnvægi inn í sálarlífið og sálarlífið verður uppfyllt. Af hverju?
af því að maðurinn var skapaður fyrir samfélagið við Guð. Amen. Maðurinn var skapaður fyrir samfélagið við Guð. Og það þess vegna að við þurfum á orði Guðs að halda til þess að lifa. Án Guðs ekkert líf. Og margir eru sennilega ósammála, þeir segja ég hef aldrei beðið til Guðs og mér líður bara vel. En það kemur dagur að þú munt komast að því að án Guðs ekkert líf. Vegna þess að eftir þetta líf þá annað líf. Og það það sem við erum líka að tala það eilífa lífið. Eitt sinn þurfa allir menn að deyja, eftir það dómurinn. Og við þurfum að kynnast þessum sem var sendur í þennan heim til að náða okkur og taka við því sem hann gaf okkur þeirri gjöf, vegna þess að sá sem þekkir hann kemur ekki til dóms. Og ég var að segja hérna á jarðarför daginn að þvílíkt, hver hefur heyrt annað eins í nokkru landi hér á jörðu, að þú getur fengið náðun bara fyrir að segja fyrirgefðu. Hvaða dómskerfi býður upp á það? Ekki Reykjavík, ekki Ísland, ekki Bandaríkin. Það ekkert dómskerfi nema í Guðsríkinu sem býður þér náðun ef að þú iðrast synda þína og býður fyrirgefningar og tekur við því að einhver annar hafi borið sekt þína og greitt fyrir þig lausnargjaldið. Orð Guðs lætur okkur lífi halda. Það orð Guðs. Orð Guðs. Og mér finnst þetta svo frábært að sé hægt að fá fyrirgefnu og fá allar skuldir. Þó ég skuldaði þér, hvað ég segja, 100 milljarða, að þá myndi þú lögsækja mig, en ef ég skulda föður mínum á himnum 100 milljarða, þá segir hann, viltu játa skuldina? Viltu leyfa Jesú að borga hana fyrir þig? Jesús, hver það? Ég meina, það ekki allir nógu auðmjúkir til að taka við þessu. En Jesús, hann kom og hann búinn að greiða, en viltu taka við því? Það málið. Orð Guðs lætur okkur lífi halda. Og það 1-2 ritningar að lokum. Rómverjabréfið 10:8 segir nálagt fyrir orðið. Sjáðu til, þetta orð Guðs sem lætur okkur lífi halda, við getum tekið okkur það í munn. Eða bara hér í bókinni að þá það dautt, en leið og það kemur út úr bókinni, þú byrjar að tala það að þegar ég talaði orð Guðs fyrir 47-8 árum og sagði Jesús Kristur, ég meðtek þig sem minn frelsar og ég trúi og ég játa þig sem minn drottinn, að þá gerist eitthvað í mínu lífi. Kraftur Guðs kom inn í mitt líf og hefur verið þar ætíð síðan og látið mig lífi halda. Amen. Þannig að nálagt þér orðið. Þú ert ekki að fara upp í himinin, þú ert ekki að kalla Guð niður, þú getur bara sagt drottinn, þakka þér fyrir að þú ert hér, þakka þér fyrir að orðið þitt mér gefið. Amen. Nálagt þér orðið. Nálagt þér. Þannig að leið og við tökum orðið, þá byrjar lækningin í líkama okkar. Þegar orðið kemur, þegar Jesús sagði, ég vil verði hann heill, þá byrjaði lækningin. 100-söðinginn hann skildi þetta og hann sagði, Jesús, ég maður sem hef vald og ég ræði við mönnum og ég segi, veit, farðu og annan kondu og Jesús, ég veit að þú getur gert því sama. Segðu bara eitt orð. Og leið og Jesús sagði orðið, þá var sveinn hans heill. Hann var læknaður. Hann var alheill. Og systkini, það líf þeirra öðlast þau. Ég hef verið að segja við drottinn, kendu mér að höndla orðið þitt. Orðið hérna. Og við vitum á dögum Jesú að það var fullt af fólki í kringum Jesú og sumir sem sagt snertan, en þeir snertan ekki til að læknast. Það voru aðrir sem snertan og þeir snertan í trú og þeir tóku kraftinn frá honum. Og það þetta sem heilagur andi vill kenna okkur í söfnuðinum, að koma aftur á þennan stað, að við snertum Jesú í orðinu. Sjáðu, þeir snertu líkamans, við snertum orðið hans. Við snertum orðið hans.
orð hans lætur okkur alltaf lífi halda. Og að lokum ritning hér í Kólossabréfinu 3:16, Kólossabréfi 3:16, þar segir, og hérna kemur lykil vers trúi ég, til að taka þetta allt saman. Látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðlegð og speki. Látið orð Krists búa ríkulega hjá yður, segir gamla. Fræðið og ammanni hver annan, syngi Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum. Og þegar ég segi gamla fyrir þá sem að horfa, þá ég meina gamla þýðingin. Það eru 2 þýðingar hérna, við erum að nota það sitt á hvað. Látið orð Guðs búa hjá ykkur með allri speki. Ok. Nú kemur spurningin. Ertu tilbúin, hér verið að tala að leyfa einhverjum að búa hjá þér. Við tókum hérna afadrengin okkar inn einhvern tímann daginn og það þurfti aðeins að rýma til í herberginu svo að hann geti verið þar og haft það þægilegt. Ert þú tilbúin að rýma til í þínu hjarta eða eitthvað fyrir svo orð Guðs fái sitt pláss? Eða eitthvað annað sem þú ert ekki tilbúin að henda út svo orð Guðs geti komið inn? Ég held að þetta sé lykilatriði í því sem við höfum verið að tala að það eru svo margir sem eru fullir af einhverju allt öðru, þeir eru ekki tilbúinir að gera pláss fyrir Jesú. Já, heyrðu, ég er með minn tíma hérna, ég ætla að horfa á þessa mynd eða þetta, þegar Guði kannski að banka og segja, heyrðu, ég er með orð fyrir þig. Ég vil að þú komir hérna með mér afsíðis og þú leitir mín í bæn og orðið mun uppfyllast í bæninni og samfélagi okkar. Og ég sann daginn að fyrirheiti Guðs, þau uppfyllast í bæninni. Þau uppfyllast líka þegar þú opnar munnin, þegar þú leggur hendur yfir sjúka, þegar þú átt samfélag við hann. Þá uppfyllast fyrirheitin. En spurningin erum við tilbúin að gefa rýma til? Bara henda þessu sófasetti hérna úr ameríska flotta út og fá bara orð Guðs í röðum þar sem sófinn í. Ég tek það sem dæmi, þetta nú kannski ekki alveg raunhæft, en hérna, ég vil geta lagt mig í sófan. Ég vil líka vera sófamaður. En hérna, ef við hendum því út sem að hindrar að orð Guðs komist inn, þá erum við að gefa Guði pláss og það segir, látið orð Guðs búa hjá yður. Látið það búa hjá ykkur. Og ég vil ekki vera í sambúð með orði Guðs, ég vil vera giftur orði Guðs. Ég vil vera giftur orði Guðs. Það mitt sáttmála orð, vegna þess að hann hefur gert allt fyrir mig, hann umbreytti lífi mínu, hann sneri því við 180 gráður og ég svo þakklátur fyrir það að hann með mér alla daga, allt til enda veraldar og einnig svo vill hann vera með þér, kæri vinnur. Þannig að orð Guðs, það lætur okkur alltaf lífi halda. Og Jesús sagði við djöfulinn þegar hann var að freista hans, hann sagði maðurinn lifir ekki á brauði einu saman, heldur á sérhverju orði sem framgengur af Guðs munni. Amen. Þannig að það bæn mín að orð Guðs megi aftur koma inn til þessara þjóðar og það megi aftur fá sæti, hans fáni megi vera dregin að húni fyrir utan sérhverja kirkju og að andi Guðs fái aftur og orðið hans fái vægi í kirkjum þessa lands og það komi aftur inn í skólana. Faðir, í nafni Jesú, þá byggjum við bænina sem hann kendi okkur. Faðir vor, helgist þitt nafn og við segjum tilkomi þitt ríki og við segjum það aftur, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni.
Gef oss í dag vort daglegt brauð. Fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, þinn mátturinn, þín dýrðin, að eilífu. Amen. Amen. Drottinn blessi þig sem hefur verið með okkur hér á internetinu og við þökkum þér fyrir að vera með okkur í dag og hafur ekki tekið á móti Jesú, þá þetta stundin til að taka við honum sem frelsara. Amen. Við ætlum að ganga að borði Drottins núna. Ljúkum þessari útsendingu.